Hérna erum við í rauninni með rás þar sem að við getum hugsað okkur að R2 geti verið stýrður íhlutur eða hann getur myndað yfir sig ákveðna spennu eins og til dæmis týristor í afreiðisrás eða það er líka hægt að hugsa sér að hérna væri træ í dimmi, í ljóssteyfi, dimmer og ef við erum með fullt ljós á perunni, á álaginu, að þá erum við með náttúrulega viðnámið í dimminum sem allra minnst, það gæti verið næstu því 0 ohm, það kemur hérna fram. Þannig að þá erum við að reikna okkur hérna upp ef við myndum fá, við getum sagt, stærra opnunarhorn, þá notum við alltaf minna og minni hluta af spennunni fyrir álagið og það myndi í rauninni byggjast upp eins konar viðnám í þessum íhluti sem við erum að stjórna straumnum hérna í rásinu og það myndi enda þá með því að hann yrði mjög stórt viðnám og þá endar það þannig að hann fær eiginlega alla spennuna yfir sig, hérna 220 volt, þetta neðst. Ok, þannig að þetta virkar þá svona að þegar að viðnámið er mest, hérna í R2, eins bara rofin rás, rofin er ekki tengdur, og þá er öll spennan yfir hann, en engin spenna yfir álagið, peruna. Og þá getum við teiknað spennuformið ef við verðum með jafnspennu inn og við myndum að hafa hérna fyrst slökkt á rofanum, þá er rofið með alla spennuna. Síðan kveikjum við á ljósinu, þá fær peran alla spennuna. Og svona koll af kolli, við erum að gera þetta á 5 millisekundna millibili. 10 millisekundur, þá slökkum við og þá fáum við alla spennu yfir rofan. Síðan kveikjum við aftur, þá fær engin spenna yfir rofan, hann gefur samband fullt að leiðinni gegnum sig, öll spennan fellur yfir álagið. Og síðan slökkum við aftur hérna á perunni og öll spennan lendir yfir rofan. Þetta er það sem að er í rauninni gerast þegar við erum að stjórna straum í gegnum álag, þá erum við að rauninni klippa reiðbylgju, en hérna erum við með jafnspennu í þessu tilfelli, bara til þess að átta okkur á því hvernig spennan færist á milli þessa staða í spennudeilingum, getum við sagt. Og eruð við þá að teikna þetta upp núna? Já. Þá ætla ég að hætta hér, ég held að sé ekkert meira hérna í þessu. Jú, það kemur hérna síðan áfram. Það taka það bara eftir smá stund.